Góða kvöldið og velkomin í heimsmyndir. Í dag ætla ég að fjalla dálítið krakka held ég, eða heimsmynd krakka jafnvel. Í samfélaginu í dag greiðlega mikið verið að spá í það hvort að samfélagsmiðlar sé að spilla börnunum okkar og strákarnir sé að verða ónýtar af klámneyslu og stelpurnar sé að verða ónýtar af samanburði á Instagram. Og þessi heimur sem að börnunum okkar búið að vera mjög áhugaverður og ég nýbúin að vera að lesa bók sem heitir Super Communicators eða svona ofur samskipta fólk. Og þegar ég var að lesa þessa bók þá langar mér svo mikið að tala hana við einhvern og það vill svo til að ég á frængu og við erum systkinabörn og hún sálfræðingur og hún með þess að barnasálfræðingur. Og ég hugsaði með mér, þetta alveg gráupplagt. Nú bara ræðst ég á hana Svanhildi frængu mína og dreg hana í þáttinn. Og þá getum við tekist á þessa hluti og ég ætla að vera með alls konar svona harkalegar OPC skoðanir og hún ætlar að tróða hún í kókið mér. Velkomin í þáttinn Svanhildur. Takkar kærlega fyrir Kristinn. Takk fyrir að bjóða mér. Heyrðu, það var nú bara gaman, mínir ánægðan. Heyrðu, Super Communicators bók sem við ætlum að byrja á að ávarpa, eða svona komin á. Hún fjallar það að það eru til sem sagt, það mjög fyndið að það mjög, í samfélaginu mikil svona tókstreita með það hvort að við viljum yfir höfuð tala að fólk hafi mismunandi hæfileika eða svona geðslag og stundum tölum við til dæmis að það sé algjörlega ótækt að flokka fólk eftir grind. IQ-mælingar þykja að vera ýmist ræsískar eða vondar eða villisar. En svo alltaf aðrir sem eru hrifnari af skalahugsun og þeir vilja samþykja grindamælingar sem dæmi. Og svo væri hugsanlega hægt að setja upp skala af samskiptahæfileikum og ég held klárlega að það megi það náttúrulega mjög erfitt að setja einhverja tölu, einhverja einkunn á það kannski en það klárt mál að fólk misgott í samskiptum. Algjörlega. Og í þessari bók sem sagt, hann byrjar á því að höfundurinn, að hann fjallar það hvernig hann hafi komist í tæri við mann sem var að vinna hjá CIA eða eitthvað og hann var bara besti yfirheyrari Bandaríkjanna, bara brjálæðislega góður í að ná til fólks og fá alltaf að tala. Og svo eru náttúrulega aðrir sem eru bara algjörlega ófærir að mynda tengsl. Og þú ert aldrei búin að vera að vinna í því, það köllum við svolítið, við notum þetta orðið einhverfa, ef þú ert komin alveg út á hinn endan. Þannig að þú ert með einhverfu sem svona ástandi í aðra áttina og þú ert svona super communicator hinn áttina. Og það var mjög gaman að lesa þessa bók því að hún fjallar svo marga hluti hvað þetta varðar og eitt af því sem að mér finnst persónulega mjög áhugavert að þegar maður talar við fólk og vill maður vill búa til samskipti fram og tilbaka ólíkt því sem ég að gera núna, það mér tala bara og hleypi þér ekkert að þá kemur fram í bókinni að það eru nokkur lykilatriði í samskiptum og það náttúrulega eitt að segja góðan daginn, ég ætla að panta pítsu, það ekki samskipti en það annað að segja sæl, ég gangið gegnum erfiðan skilnað, dóttir mín hatar mig og eitthvað svona alvarlegir hlutir eða persónulegir þeir einhvern veginn kveikja miklu meiri samræður. Kallaði hann þetta hvað? Emotion-based communication? Já, það var eitthvað fleiri og ég með alls konar hugmyndur þetta í samhengi við innhverfu en ég var bara hvort að þú myndir ekki pizza inn, þú getur náttúrulega byrjaði að segja hvað þú vinnur svona. Sko, ég nýflutt heim frá Danmarku eins og veist og búin að vera bara síðastlegin 8-9 árin eiginlega nánast bara að vinna með börnum og úlingum með einhverfi þar sem við erum akkurat mikið að fókusa á samskiptaferðni meðal annars og svo var ég að byrja á sálfræðistofunni Seglu í Bólöldi sem einmitt barnasálfræðingarstofa og mun halda áfram að vera að vinna mikið með þessum markhópi en að því að við erum að tala eins og varst að segja akkurat hvað í gangi bara með börn og úrlinga og ungt fólk í dag, þú veist, breyttin einhvern veginn á svo einhverfurófi til dæmis búin að breytast alveg bara fáránlega mikið, Þannig að einhverfa í dag allt annað heldur en eitthvað sem við tölum fyrir 20-30 árum.
Algjörlega. Ég man eftir, sko, í gamla daga þá var einhverfu hugmyndir, það var bara svona barn sem að svara ekki einu sinni mömmu sinni, sko. Akkurat, og var með svona að stimma eins og maður kallar það með akkurat. Hvað, róa í gráði eða eitthvað? Já, eða þetta heitir, hvað heitir þetta? Já, ég nota eiginlega alltaf orðið stimma. Það er bara eitthvað nefnt. Það er svona self-stimulation. Já, self-stimulatory behavior, já, sem sumir segja að sé til þess að róa sig niður og það er alls konar kenningar það svo sem. En já, þannig ég er bara mjög mikið akkurat og bara hef bara ótrúlega mikið áhuga á samskiptum almennt og líka einhvern veginn að ég tel mig bara svona að vera þokkalega communicator. Þú veist, það var einhvern veginn alltaf bara leið vel fyrir mér og ég hef aldrei þurft að beint að hugsa einhverja reglur eða það sé einhver sérstakar tegundir af samskiptum, þetta er bara svona komið einhvern veginn náttúrulega. Akkurat. En svo þegar ég fór einhvern veginn að skoða þetta, þá er svo mikið af einhverjum reglum og uppskriftum og öllu mögulegu sem að maður er í rauninni bara fylgja svolítið ósjálfrátt. En samt einhvern veginn þótt að ég telji mig vera ágæta í samskiptum og allt þetta, þá er ég líka bara búin að græða helling á því að vera að lesa þetta og nota einhvern veginn mikið af þessari tækni bara í bæði minni vinnu en líka bara í mínu persónulega lífi. Já, akkurat. Já, því að sko, þegar maður les hérna svona hálfgerða sjálfshjálparbækur til dæmis samskiptahæfni, það er maður heyrir alltaf eitthvað nýtt sem að maður getur svona bætt við sitt vopnabúr, sko. Akkurat. En ef við pælum í því, sko, að því að nú er oft talað að séu óskrifaðar reglur í samfélaginu og þær eru gríðarlega margar og mjög erfitt að einu sinni henda reiður á þær eða lýsa þeim, sko, því að, hvað ég að segja, sem dæmi ef að ég var að hitta þig út á götu, við vorum ekki kunnug, þá myndi ég ekki segja bara, hei þú, hvað er uppáhalds ísindinni, eitthvað farlega, sko, af því að það væri skrítið samtal, ég var að brjóta einhvern veginn okkar múr og það var mjög asnalegt. Og einhver sem er haldinn mjög, ef við notum einhverfu rós orðið, einhver sem er haldinn einhver svona blind og þessar reglur í lífinu, hann myndi þá segja að hann hafi ekki skinnbragð á þetta og hann hafi tilhneigingu til þess að gera akkurat þetta, segja eitthvað skrítið. Og maður getur alveg svona skilja þá pælingu, en mér finnst stundum, ég velti stundum fyrir mér, sko, að því að ef við tökum því sem dæmi, sko, það sem að mér finnst einkenna því í samskiptum er svona kærulaus léttleiki og þú gæti sagt næstu hvað sem er við mig, sko. Og ég held að það sé oft, sko, að því við erum ofta að reyna við erum ofta að reyna að lýsa þessu sem gerist í erfiðum samskiptum sem skort á skynbragði á reglurnar, en það er ekkert endilega alltaf það, sko, af því að þú getur verið algjörlega blindur reglurnar en tjáði af svo miklum léttleika og vinaleika að þú kemst upp með það. Sko, mér finnst þetta geggjaður punktur og ógeðslega áhugaverður ekki bara í, þú veist, sambandi við mig, en líka bara akkurat í, þú veist, þegar maður er að þú veist, hjálpa einhvern veginn úlingum til dæmis að læra eitthvað svona félagslega samskipti og svo er maður að sjá, þú veist, hvernig þetta virkar í praxís og svona, af því að það er ekkert sama hver segir hvað. Nei, þannig að þú veist, ég get sagt, leyft mér að segja eitthvað við þig, skilurðu, og þú myndir ekki taka þig neitt illa, en svona, þú veist, svo er kannski einhver annar sem er með einhvern annan status, til dæmis, ekki bara gagnvart þér heldur, þú veist, maður veita bara til dæmis sem maður fer inn í kennslustofu, þá eru, þú veist, krakkarnir með einhvern ákveðin status innan hópsins. Þannig að sá einstaklingur sem er með háan status, hann getur leyft sér að segja eitthvað ákveðna hluti og svo er einhver annar einstaklingur sem er eitthvað neðar í fæðukeðinni, hann kemst ekki upp með það sama. En það var kannski verið að segja nákvæmlega sömu hluti. En þar held ég að allar þessar svona óskrifuð reglur og þetta non-verbal communication og allt það sé svo mikilvægt. Af því að ég, þrátt fyrir að ég geti leyft mér að segja ótrúlega marga hluti, þá er ég samt alltaf að meta, þú veist, hvað get ég leyft mér að segja, þú veist, við Kristinn akkurat núna. Ég gera það kannski ekkert 100% meðvitað, en þetta er náttúrulega bara þjálfun, þú veist, ég er búin að þú veist, greina svipriðin, ég ger það náttúrulega bara okkur sekundubrótum og líkamstjáninguna þína, ok, ef við myndum ekki þekkjast, þá myndi ég náttúrulega vera með eitthvað svona, ok, ég get kannski ekki leyft mér að segja nákvæmlega það sama og ég myndi að segja við Kristinn frænda minn, en það er stanslaust einhvern veginn mat í gangi og ef maður er
þú veist, þegar við tölum neurodiversity, þú veist, þegar maður er að tala eitthvað normies, ég veit ekki hvort að það er svona svolítið, ég er svolítið að vinna með það og ég veit ekki hvort að það sé politically correct eða hvað, en þetta er til dæmis einn fjölskylda sem ég vinn með og þau skilgreina sig öll sem ekki normies, þú veist. Neurodivergent. Já, akkurat. En ef maður myndi, þú veist, ganga út frá því að ég sé normie, sem ég er örugglega ekki, en samt á þessu sviði, einhvern veginn er ég sterk, þá er ég bara búin að vera frá því að ég fættist nánast að einhvern veginn vera stúdera andlit, stúdera, þú veist, svipbrigði, stúdera öll þessi non-verbal communication og bara, þú veist, verða bara ógeðslega góð í því einhvern veginn að því að ég er búin að eyða svo mikil orku í þetta. Og svo hef ég náttúrulega líka bara minn persónuleika og þú veist að hann spilar inn í hvernig þú metur mig og þú sérð á mig að þrátt fyrir ég að segja eitthvað sem gæti mögulega að vera óviðandi ef einhver annar myndi segja það, þá veistu einhvern veginn að það er að koma frá okkur öðrum stað já. En þú veist, það eru einhvern veginn, en það er náttúrulega búið að rannsaka þetta líka og akkurat verið að fylgjast með börnum sem eru einhverf sem bara smá börn og svo á einhverju rófinu og svo börnum sem eru ekki á einhverju rófi að börnin sem eru á einhverju rófi að greinast seinna, þau eru ekki að nota jafn mikinn tíma í þessa hluti eins og börnin sem eru normies, þú veist, þá er þeirra athygli að beinast að einhverjum öðrum hlutum og þar af leiðandi eru þau líklegri til þess að vera að missa af öllum þessum litlu svona non-verbal communications. Já, þannig að það er ekki einu sinni bara það að séu hugsanlega einhverju skilningi blind á merkin, heldur fylgjastu ekki nú mikið vel til þess að læra þau, sko, já. Og þetta er náttúrulega bara, þú veist, eins og maður veit taugatengingar og allt þetta, þú veist, maður tala stundum þetta, if you don't use it, then you will lose it. Akkurat. Og þú ert ekki að rækta þetta, þú ert ekki að einhvern veginn að æfa þessar tengingar, þá verða þær ekki jafn sterkar. En nú erum við hérna í samtímanum, við erum farin að tala svo mikið róf, allir eru eitthvað rófi og það er, held ég, það er svona viðbragð við því að því að, veist, ef við tökum heimspekin á þetta, sko, þá eru hugtök alltaf í stöðuri mótun og fyrst þegar eitthvað hugtak kemur fram, þá segir eitthvað læknir, segir, hér er skilgreiningin á innhverfu, hún er svona og það eru þessi skilyrði svona þraufilla. Svo fer fólki að finnast bæði að hugsanlega sé skilgreiningin á þröng eða á víð eða að það séu eitthvað svona keimlik einkenni sem að passi ekki inn í myndina og þá fer fólk að víkka skilgreininguna og svo endar með því að fólk fer að nota þetta næstu bara yfir alla og svo getur líka komið hinvinkilinn, sko, að normís sé ekki til. Það eru bara allir einhvern veginn, sko. Og og ég velti fyrir mér, sko, ef ég tek sjálfa mig sem dæmi, þá ég þori ekki að segja ég þori ekki að taka aðdráttarlaust til að orða hvort að ég sé eða hafi verið á einhverju rófinu en ég var til dæmis gríðarlega ég átti mjög erfitt með að byrja að læra að tala við ókunnuga í mörg ár og var svona óframfærin unglingur en það myndi kannski ekkert allir samþykja, sko, því ég var mjög hress í mínu vinahópi, sko. En ég var mjög óframfærin við ókunnuga og það var alltaf mjög svona var erfitt að gera það, sko, og ég var þreyttur og eftir, andlega þreyttur og kvöldina lá ég í rúminu og fór yfir allt sem ég hefði sagt og skoðaði öll samskipti og rifjaði allt upp og mér notaði, veist, ég var alltaf að segja orðið minn aftur með vörunum, sko. Þannig ég eyddi alveg, sko, þetta voru kvöldin mín í mörg ár og þannig ég eyddi alveg gríðlegum tíma í að skoða sjálfa mig sem samskiptaveru og ég velti stundum fyrir mér af því að það er náttúrulega svo eitrað og hættulegt í dag að segja við einhvern að hann sé í vandræðum bara því að hann ekki leggja sig fram. En getum við, hvernig getum við komið inn á það að skjóta okkur í fótinn? Ertu að meina, þú veist, getum við sagt við fólk að þú myndir bara til dæmis læra eitthvað ákveðna reglur, þá gæti þér mögulega gengið betur í þessum aðstæðum? Já, því að, sko, því ég held, sko, svo ég fari nú alveg út á ísinn og láti cancela mér, þá held ég að stundum sé auðvelt að nota einhverju stimpilinn sem afsökun fyrir því að leggja ekki á sig að læra og það er náttúrulega hræðilegt að segja það, sko, en ég held að geta alveg verið tilfelli stundum. Sko, ég var bara að tala þetta við kollega minn í dag, ekki bara svona spesifik í kringum einhverfu, en bara, þú veist, hvernig við erum byrjuð að nota alls konar greiningarstempla í, þú veist, almennu tali sem er kannski bæði jákvætt og neikvætt,
en mér finnst alltaf mjög hættulegt þegar að vera að fara að nota einmitt og ég er með ADHD og það er svona kem ég alltaf á seint. Eða þú veist, bara, það var bara sjálfgefið. Ég er bara svo einhverfur að það er ekki sens að ég geti, þú veist, vera að spyrja þig út í daginn eða þú veist, eitthvað svona, skilurðu. Akkurat. En sko á hinbóginn þá er ég líka einmitt bara búin að vinna í mörg ár og búin að sjá, þú veist, að það eru alveg til einstaklingar sem eru tilbúinir að leggja heilmikið á sig og gera alls konar hluti og læra einmitt þessar reglur og fara eftir þeim eins vel og þau geta. En ég hef mjög sjaldan séð að þau komist samt einhvern veginn á eitthvað level sem er á pari við eitthvað sem myndi skilgreina sig sem normi þegar kemur að þessum félagslegu samskiptum. Ég er búin að sjá alls konar framfarir. Ég er búin að sjá, þú veist, krakka... En þú samt séð framfarir? Algjörlega, sko. Það er hægt að læra. Það er hægt að læra og ég bara, þú veist, ég hugsa svo mikið eitt strák og ég er ekkert að brjóta neitt trúnaði eða neitt, en þú veist, ég er búin að fylgja honum í 7-8 ár og bara búin að sjá hann, þú veist, fara frá því að geta einmitt ekki haldið upp í samræðum. Ég tala mjög mikið ég lýsi þessu sem, þú veist, eins og borðtennis, þetta er svona á að vera svona ping-pong. Já, akkurat, mitt, fara alltaf baka eitthvað. Það á ekki að vera mónológ og þá heldur ekki að vera ég, þú veist, sem held upp í samræðanum fyrir þig að því að þú veist ekki hvað það segja, þetta er einhvern veginn að ná þessu fram og tilbaka dæmi. Þú veist, ég hef séð það gerast hjá dreng til dæmis sem bara var enga veginn í standi til þess, var mjög svona flatur, það var engin svipbrigði og hann, þú veist, áttaði sig ekkert á því hvenær hann gæti leyft sér að brosa í samtali og alls konar svona. Þú veist, frá því að vera svona yfir að vera bara mjög svona einhvern veginn náttúrulegur í, þú veist, þetta var ekki lengur svona, þetta getur alveg orðið svolítið svona Já, hann náði alveg þessum árangri. Já, hann náði þessum árangri. En ég sé samt að hann er ennþá að ströggla samt í, þú veist, jafningja hópnum og þú veist, eins og þú veist að lýsa þú veist heima hjá kvöldi að hugsa að fara yfir allt hvað, þú veist, ef ég hefði sagt þetta svona eða meika þetta sensa hefði ég átt að segja þetta einhvern veginn öðruvísi. Þú veist, ég get alveg ímynda mér að þetta mun alltaf einhvern veginn taka meiri orku frá einhverjum þar sem þetta kemur ekki alveg svona náttúrulega meða við einhvern þar sem þetta kemur náttúrulega. Já, að því gefnu að mitt dæmi sé, hvað að segja, hvort það sé hægt að leggja fram því ég veit ekki hvort allir unglingar eru svona ég held einhvern veginn að þetta sé pínu misjafnt af því ég held einhvern veginn, þú veist, ég hugsaði líka svona smá félagskvíða, eða þú veist, þegar þú veist að segja þetta því þá getur maður líka verið að fara yfir til haustum á sér og allt þetta en þú veist, hvað er hvað einhvern veginn, það er líka bara ógeðslega erfitt að vita það og svo eru sumir unglingar, þú veist, ég var að tala við son minn í dag og ég var eitthvað, ég er svolítið stressur að fara í svo nýju vinnu og þú veist allt þetta og hann bara, hvað meinarðu? Ferð bara í vinnuna. Hann er líka nýbyrjar í nýri vinnu, en hann fer bara í vinnunni. Hann eyðir ekki tíma í kvíðakastið og allt þetta. Einmitt. Þú veist, þannig ég held að þetta sé bara, þú veist, sumir eru ekkert að spá í hvað þeir sögðu í einhverju samtali og þú veist, all úlingsárin eru bara... Algjörlega, ég held að sé þannig, sko. Ég held að margir líka ekki í rúminu og hugsi, sko. Akkurat. Þannig að þetta er svona eitthvað svona skali eða svona breytt af því hvernig fólk fer í gegnum lífið og lífið er bara erfitt. Akkurat, lífið er bara ógsterfitt og ég held að það sé líka bara mjög mikilvægur punktur í umræðan í dag og líka bara þegar við erum alveg börnin okkar. Lífið er ógeðslega erfitt og nú, kannski er ég ekki mjög politically correct, ég segi þetta, en ef þið langar til dæmis að kynnast fleira fólki og verða betri í samskiptum, þú veist, þá gæti verið að þú þurfur að leggja eitthvað ákveði á þig og það verði einhvern veginn erfiðara fyrir þig heldur en aðra en það er samt hægt að læra svona hluti en aftur, þú veist, ég er samt algjörlega þar að ég er aldrei að þröngva neinu upp á neitt ef að ég fæ til mín úling sem hefur engan áhuga að læra einhverja reglur sem ég veit að getur mögulega kannski hjálpa honum þá er ég aldrei að fara pínan til þess en einhvern veginn kannski að kynna hluti fyrir fólki og svo getur það kannski valið hvað það vill nota og hvað það vill ekki nota. Ég veit. Já, þetta er líka náttúrulega ofsalega erfið umræða því að ef ég tek nú sem dæmi, sko, ef ég hefði fengið það haldreipi sem unglingur að ég geti bara sagt að ég sé einhverfur og ég eigi ekkert að þurfa að erfiða við að taka þátt. Þá hefði ég hugsanlega ekki gert það, sko. Og í dag náttúrulega hefði ég séð mjög mikið eftir því. Þannig að þá velta maður fyrir sér, sko, er í lagi að
mælast til þess við einhvern sem að berjast við þetta að segja að það sé að sumir geti, það sé alla möguleiki að ná árangri og en leið og segir þetta sko, þá klippur þú svolítið fótunum undan þeim sem að virkilega geta það ekki sko. Þannig að þetta er svona stundum er samfélagsumræðan alltaf eins og sé bara fyrir þá sem að eigi séns og með ekki tala skalan á þessu. En ég held alveg að sé að þessi sem ég er að vitna í og kannski þeir sem ég er að vinna mest með eru kannski það sem að myndi flokka sem sumir kallar þetta high functioning autism en það er samt líka tabú að segja það að þeir eru kannski með ótrúlega mikið af erfiðleikum á einhverjum öðrum sviðum þrátt fyrir til dæmis að greindin eða hvað sem maður á að kalla að sé bara einhverju normal leveli og allt það en auðvitað eru líka til börn sem geta bara ekkert nýtt sér þessar reglur eða farið eftir neinum af þessum hlutum og er bara með einhver vandamál sem eru bara einhvern veginn, miklu stærri og maður er þá kannski meira að hugsa, getum við fundið þá einhvern hóp fyrir þessa krakka þar sem að þau geta bara fengið að vera nákvæmlega eins og þau vilja og geta þannig einhvern veginn fengið samskipti. En þá eru kannski líka að tala börn sem þurfa ekki sömu tegund af samskiptum eða hvernig, ég veit ekki alveg hvernig er best að orða þetta. Þú veist eins og við einmitt bara djúp samtöl einhverja hluti. Kannski eru þau bara ekkert þar í þroska og þurfa ekkert á því að halda. En þau geta kannski lært einhverja aðra samskiptafærni. Ég við erum aðeins komin í 11 áttir, við erum aðeins að njörfa niður eitthvað point hjá okkur svona. Mjög gott. Eru ekki með eitthvað point? Ég er all over the place. Ekki mál. Ég var með pælingu, sko, ég þekki fólk á mínum aldri sem að fungerar bara mjög vel. Eðlilegt fólk, bara góður vinnu, góð fjölskylda, allt eðlilegt. En það á í erfiðleikum með að mynda ný tengsl og sumir segja þessi erfitt að eignast vini á fullorðsárum. En mér finnst þetta að vera þetta svona tengt í þessari, þetta tengist að einhverju leyti held ég. Ef við förum aftur í bókina Super Communicators, þá er sem sagt eitt af því sem hann talar sem sé svona hið gullna samtal, sé að sýna áhuga. Og hún þarf að spyrja aðra út í þeirra hagi og hún þarf að hafa áhuga að heyra svarið. Og að samaskapi þarf að hafa áhuga á eða vilja til að segja eitthvað svona pínu persónulegt eins og ég var að tala á hann. Og sumir geta heilli helgi í göngu með öðrum án þess að fara nokkuð tíma út fyrir ramman sko í samtali. Og þá er þetta alltaf bara ég er að vinna við þetta og ég er að passa börnin mín og húsið þarf viðhald. Og það er ekki snertur af neinu persónulegu í þessu samtali sko. Eða enski boltinn eða eitthvað. Bara hvernig gengur Liverpool. En svo eru aðrir sem að labba með þér í hálftíma og eru bara komni með þið inn í sitt sáralíf sko. Overshares. Oversharing sko, veist, og einhvers staðar eru mörkin. En eins og vinkuna mín sagði fram í bráða núna á hann að það vilja held ég innst inni allir eiga í djúpum persónulegum samskiptum við annað fólk. Að minnstu kosti hafa einhverja þannig í lífi sínu. Og þarf ekki endilega að tala sálarlífið þitt við alla sem heitir, en þú vilt geta gert það við einhverja. Og þá er oft svona spurning hvaða er sem veldur að kemst ekki ángað. Og við gætum hrasað einhverju hugtækið aftur, en það á ekki endilega við þessu. En hvað er það sem veldur því að sumir bara tala ekki við annað fólk nema ekki neitt? Sko, mér í þessum fræðum sem ég búin að stúdera sem er þarna The Science of Making Friends, þessi Pierce bók, þar er talað þetta sem trading information. Að því að einmitt, hvað er samtal annað en þetta? Þú veist, ég er að fá okkur upplýsingar frá þér og þú ert að fá okkur upplýsingar frá mér. Og einmitt, og svo er bara spurning hvað er innihaldið? Er það einmitt eitthvað bara yfirborðskennt eða er það persónulegt eða getum við fundið eitthvað þarna á milli? Og ég er örugglega að fara eitthvað svona langan hring til þess að geta svara spurningunni, en ég lenti nefnilega í svo áhugaverðu samtali daginn, þar sem ég var akkurat að tala við konu sem að
akkurat, ég var búin að vera sýna henni, það er svona app, þetta heitir Peers appið og þar er akkurat að vera að fara í gegnum þetta af trading information, hvað þýðir það? Mér finnst það mjög góð punktur. Já, og hún bara spurði bara, hvað er þetta? Ég hef aldrei nokkuð tímann spáð í því að samtal snúist þetta og hún er sjálf mögulega á einhverju rónu en hennar teik var svolítið svona af hverju á ég að vera einmitt að fá ykkur upplýsingar eitthvað sem mér er alveg sama Já, bara mér óviðkomandi. Já, og ég var að reyna að útskýra svolítið fyrir henni að það er kannski svona fyrsta skrefið í áttina á að kynnast einhverjum, að maður er að spyrja ykkur spurninga, stundum mann alveg sama í alvörun svarið og maður notar þetta svolítið til þess að koma staði, hef ég áhuga á að kynnast þessari mannesku eða ekki, af því að kannski þessi yfirborðskenndu svör færa mann kannski eitthvað nærði hvort þessi manneskja sé skemmtilega ekki og þá byrja maður akkurat að hafa kannski alvöru áhuga, þannig að stundum er þetta svona pínu fake it till you make it í byrjunni og svo held ég einhvern veginn, þú veist mjög erfitt að koma eitthvað konkrétt svar það af hverju sumir fara aldrei út fyrir hennan ramma. En kannski er þetta, þú veist, eitthvað svona vulnerability dæmi. Þú veist að fólk er einhvern veginn hrætt það ef það fer að gefa mikið af sér þá er það orðið of vulnerable og þá er komið eitthvað svona, þú veist, smá skotleyfi eða þú veist, maður er einhvern veginn líka, ég held líka ógeðslega margir séu hrættir að oversera. Þú veist, þetta að vera einhvern veginn Já, eitthvað svona sjókurtið sér nánast ekki svona, eða bara koma viðkomandi Já, ekki proper og þú veist, ég sé að koma þér í eitthvað óþægilega stöðu með því að vera einhvern veginn að tala of mikið sjálfa mig en svo held ég líka að þetta sé að þú veist, einmitt, ef þú hefur engan áhuga að kynnast mannesku raunverulega þá myndi maður ekkert fara mikið í eitthvað svona djúpar pælingar en svo getur líka verið hinvingillin en svo að tala um þessa mannesku sem er bara ógeðslega vel fungerandi á rosalega mörgum sviðum en næri ekki að mynda djúptengsl við nýtt fólk kannski kann sú manneskja og veit ekki að til þess að mynda djúptengsl þá þarftu að vera persónlegur af því að þú kemst ekkert inn fyrir nema þú sért eitthvað persónlegur ég veit ekki hvort þetta svari einhvern veginn spurningunni Svo ég heldur nú áfram með þetta sko, þá sko, eitt af því sem ég velt fyrir mig sjálfur og ég tók sko, samfélagsmiðlarnir komu cirka 2008 og þá voru allir eins og kjánar á samfélagsmiðlum fyrstu ári sko, maður getur bara að skoða gamlu Facebook-postan sína Já, maður bara fengi í kjánarhóllin sko, nei, akkur var ég svona en ég mitt myndi segja að ég hafi verið alltaf svona oversharer sko. En eitt af því sem að mér finnst áhugavert í því og þá getum við dott inn í svona jungískar pælingar og heimspeki sko. Það er að horfast í augu við sín einn ótta og ef ég segi bara á samfélagsmiðlum að ég sé stundum klöfalegur og fyndinn og asnalegur og hafi gert eitthvað asnald af mér og segi bara eitthvað bjánulega sögur að sjálfum mér og eitthvað svona, eitthvað svona óþægilegt eins og, ég veit ekki eitthvað ég bori nefið eða eitthvað sko. Sko það er ákveðin svona múr að komast yfir og þegar þú bara búin að segja þessa hluti sjálfur koma þeim frá þér og ert ekki með á eitthvað svona sem eitthvað skömm eins og sér 5 ára pollið eitthvað sko. Þá held ég að maður svona losi dálítið í sjálfan sér svona pláss og ef maður er ekki búin að gera þetta ef maður er til dæmis alltaf að berjast að hafa eitthvað svona fullorðna sjálfsímynd og fullorðna sjálfsímyndin, hún er einmitt þessi proper ímynd sko. Veist, ég er proper manneskja, ég stunda vinnuna mína, ég mætir þessum tíma, ég segi ekki ósmekla hluti, ég er ekki óþægilegu félagsskapur á kafstofunni, alla þessar reglur sko. Og ef þú ert alltaf að reyna að vera svona og allt sem á myndir geta sagt sjálfa þig, þér finnst það næstu að vera ósmekklegt eða óþægilegt eða vont fyrir bæði þig og aðra, þá ertu komið einhvern veginn svona í hálfgerða sjálfheldu. Og það sem mér finnst svo áhugavert sko, er einmitt þetta sko, að vera með þessu óskrifuðu reglu svo tökum bara misandi mig, bara Kristín, þú átt ekki að labba inn á kaffistofu og segja öllum strax að þú sér grátunær eða eitthvað, veist, það er asnalegt þú átt að fara inn á kaffistofu og segja þú voru Liverpool góður í gerð en þessi ákvörðun að vera persónulegur og bara kasta einhverju fram í einhverjum hálfgerðu kærleysi það er sjálfur sér einhver svona trúastök sko.
Ég held að þetta sé bara það besta sem maður getur gert. Eða þú veist þetta að fara einhvern veginn yfir þessi mörk. Eða þú veist, maður er að fara yfir sína eigin mörk en samt á góðan hátt. Kannski fer maður yfir einhverja annara manna mörk, skilur við. En kannski er það líka allt í lagi að þegar maður er líka kannski bara sortera hvaða fólk vil ég hafa í kringum mig og allt svoleiðis. Svo lengi sem maður ekki að segja eitthvað offensive eða eitthvað svoleiðis. Af því að þú vilt í rauninni hafa fólk í kringum þig sem er tilbúið að hlusta á eitthvað svona. Algjörlega. En það sem ég held að segja, mér er mjög áhugavert í þessu bara, og bæði bara verið að skoða persónulega en líka bara í tengslu við vinnum minna. Og það er okkar að þessar óskrifuðu reglur. Og þú veist, þótt að óskrifaða reglur sé að mörguleiti mjög mikilvægar og gagnlegar, þá geta það líka verið mjög hamlandi. Og bara svona, ok, nú er tíðarandinn að breytast til dæmis og eitthvað sem að við máttum ekkert segja fyrir 10 árum er alltaf að segja í dag og þar að leiðandi og líka bara eins og þú ert að segja að þú mátt vera persónlegur á internetinu og þú ert ekkert endilega dæmdur fyrir það. Það er örugglega einhver sem dæmið en það er líka, þú veist, fullt af fólki sem er bara eitthvað vákvæði að appreciate að Kristinn sé að segja þetta sjálfan sig að því að, þú veist, ég tengi við þetta og einhvern veginn, svo líka mann bara kannski betur við þig að því að þú varst einhvern veginn að segja frá einhverju sem var akkurat, sko. Þú veist, en ég er svona, ég er að reyna einhvern veginn að svara spurningunni þinni og man ekki einu svona almennilega hver spurningin var en þetta er bara svona ping-pong þetta er bara svona ping-pong en ég held sko að það sé bara líka við förum aftur að tala vulnerability, ég man ekki hvort ég var að tala eitthvað myndist það að þetta er náttúrulega líka partur á því að vera vulnerable, þú veist að maður er að brjóta eitthvað svona óskrifa reglur en á sama tíma er maður kannski líka bara að vera svona sannari gagnvart sjálfum sér og mér finnst, ok, nú er ég náttúrulega einmitt í þessari vinnu og þú veist að það er eitthvað svona reglur það hvernig maður á að koma fyrir sem sálfræðingur og hvernig maður er í viðtölum og allt þetta en mér finnst einhvern veginn ég bara ná ótrúlega miklum árangri með þeirri klísju að vera ég sjálf þú veist, og það þýðir að ég sé kannski ekki eftir einhverju bók og einhvern veginn og sé að sína einhverju hliðar á mér sem að er kannski ekkert, þú veist, alltaf eftir öllum þessum reglum einhvern veginn og ég veit ekki, hefur lesið eitthvað eða hlustað eitthvað á ég held hún að þetta er Brené Brown Nei Hún er rosa mikið í þessum vulnerability pælingum. Jú, ég heyrði hana, já, einmitt. Og það tala það til dæmis í svona, þú veist, stjórnenda heiminum. Þú veist, að það sé eitt af því besta sem maður getur gert sem stjórnandi að vera vulnerable og þannig nær maður einhvern veginn meira árangri með, þú veist, samstarfsfólkinu sínu og undirmönnum sínum og svoleiðis. En nú er náttúrulega komin eitthvað allt annað. En já, ég held bara að það sé mjög gott að við séum einhverja reglur en við getum líka að lyfta okkur einhvern veginn að, þú veist, hvað segir maður, hreyfa okkur einhvern veginn innan þessara reglna og svo það maður náttúrulega alltaf að taka líka svolítið svona, en ég get samt ekki leitt mér að segja hvað sem er að því ég get ekki sært annað fólk og allt þetta. Algjörlega. En með ykkur eitthvað svans sem ég er að segja. Sko, mér svolítið áhugavert, sko, að ef við tökum hérna gömlu, eitt af því sem mér fannst svona mest frústrerandi, sko, er að mér fannst ég gera mig grein fyrir því þegar ég var upp á 20, sko. Sorry, má ég grípa fram og segja eitt sem ég myndi sem ég ætlaði að segja hann. Og það er þetta með akkurat að vera að segja eitthvað fárlegt sjálfan sig, eða þú veist, koma með eitthvað svona rugl og hérna bara að því ég er svo upptekin að þessu með samskiptum úlinga og það er búið að vera rannsaka svolítið svona, ok, hvað gera svona socially successful úlingar til þess að komast vel út úr social samskiptum. Og eitt af þeim hlutur sem þeir gera, það er til dæmis að þeir höndla stríðni mjög vel. Og það er til dæmis með því að gera grín af sjálfum sér og til dæmis að koma með sína veikleika af eigin frumkvæði, þú veist, sjá þessu bólu sem ég er með, þú veist, hérna, í staðan fyrir að bíða eftir eitthvað taki eftir bólinu og svo er þetta skammast inn og þá er gert grín að þér. Þetta er fullkomin tenging hvað sem ég var að segja. Það var það sem ég var að reyna að koma með. Akkurat. Já, en ég er algjörlega sammála og ég held að þetta sé rosalega áhugavert, sko, að hérna einmitt, sko, bara mjög gott dæmi, veist, sem þú komst með að þegar þú ert með bólu á nefinu og kemur í vinnustaðinn eða í bekkinn fyrst það sem gerir bara að segja ég með þess að fárlega bólu á nefinu ég er halvviti, eitthvað svona og þá ertu búin að slá vopnur úr höndunum með þeim sem að ætla að stríða þér, sko. En hérna, en svo ég færi nú eftir í hitt sem ég ætla að koma með, sem er svona framhald af þessu, sko. Ég man þegar ég var að velta fyrir mér í gamla dag, sko, að eitt af því sem að konum finnst mest sjarmerandi í fari karlmanna er sjálfsöryggi og það er náttúrulega kostulegt, sko, að vera ekki sjálfsöryggur
og vera sagt að þú að vera sjálfsöruggur til þess að vera viðkunnalegur. Bara þannig, ok, eitthvað sem ég ekki, en ég þarf að vera það til þess að vera viðkunnalegur. Frábær minnloka, bara ég kemst ekki neitt með það. Akkurat. En svo kemst maður sjálfsögðu eitthvað með það, þetta bara mjög flókið, sko. En einmitt, en mér veist það sem velta fyrir mér, sko, að þetta einhvern veginn alltaf sama meiði, sko. Þetta líka persónan sem að getur ekki sagt persónulegt, það líka, sko, þessi sama tilfinning, sko. Ég sattur á kaffstofunni og ég spjalla við hina vinnufélagana og mér langar að eiga innilega samtal við fólkið, en mér tekst það ekki að þegar ég bara ekki típan sem að læta út mér svona hluti. Og svo veit ég samt að ég þarf að gera til þess að ná til þeirra, en ég get ekki gert það því eins og ég Þannig að ein leiðin út af þessu er að hafna hugtakinu eða hugmyndinu að þú sért eins og þú ert. Þú ert ekkert ákveðið. Þú bara verður það sem þú vilt verða. En þá er þetta aftur komin með svona ásökun, sko. Ef þú ert ekki það sem þú vilt verða, akkur ert það ekki. Og er það þér að kenna eða mér eða hverjum samfélagið. Og þannig að þetta er alltaf svona reiki fyrir mér, sko. Já. Og þess vegna dettur mér í hugtakið trúarstök. Það eru trúarstökk. Já, trúarstökk, sko. Hvað er það ennsku? Bara svona leap of faith. Já. Sko, daginn sem að þú bara virkilega vill brjóta upp þetta minnstur. Ég vil ekki lengur vera þurri feimni gaurinn, eða ég vil ekki vera gaurinn sem að er ekki meina sjálfstraust, eða gaurinn sem að kann ekki tala stelpur. Daginn sem að þú bara tekur gerir tilraun og reynir það samt, sko, og kannski testa ekki, en kannski lærir hægt rólega. Það er einhvern veginn í sjálfu sér einhvern veginn primus mótorinn í því að þetta geti breyst. Og það er svo skrítið, sko, því að þú ert kannski að reyna að segja við þinn skjólstæðing að það séu tilókslega margar óskrifaðar reglur, en í einhverju skilningi er þetta ekkert reglunar. Þetta er bara það hvenær þú tekur ákvörðun að reyna eitthvað. Og það getur verið óþægilegt og við margir, sko, það er svona ákveðin að ég sé það á netinu, sumir ungir strákar, þeir fari gegnum það að fara bara viljandi og segja hæ við bara 10 ókunna stelpur, bara til að venjast í að vera hafnar. Og svo þegar þú búin að gera þetta og bara brjóta þín eigin múr í þessum efnum, og það er náttúrulega mjög óþægilegt að labba einhverju ókunnu konu og segja eitthvað asnaldi við hana, bara til þess viljandi að fá höfnun. En þegar þú búin að gera það 10 sinnum, þá er höfnun allt í einu bara eitthvað sem þú getur alveg díla við, sko. En þannig einhvern veginn verður, sko, ákvörðunin að þora að hoppa alltaf fyrsta skrefið, sko. Alveg 100%, og þetta er náttúrulega bara svolítið svona exposure therapy, skilur þú veist, þetta er bara eitthvað svona extinction burst, þetta er bara eitthvað sjúklega óþægilegt og þú ert að gera þetta og kvíðin er bara í 10 einhvern veginn og svo bara einhvern veginn gerir þetta og næst þegar þú ætlar að gera þetta það er 9 og svo 8 og 7 og 6 og svo áfram. Og þú veist, það er svolítið bara svona, þú veist, það gerist oftast og svo verður þetta bara auðveldara. Það þýðir ekkert endilega að þú verður eitthvað að geta góður í, skilurðu. Mér finnst ekki hægt að setja alveg sama sem merkið þar á milli, en þú myndi allan aldrei verða góður í því að þú prófar ekki, þú tekur ekki þetta stökk sem þú ert að tala um, sko. Akkurat. Og svo er kannski líka með þetta að geta gert mistök og það er síðan alltaf læg og stundum, þú veist, kynnist maður líka fólki gegnum einhver svona mistök. Þú veist, það getur líka verið bara ákveðin icebreaker. Akkurat. En það sem mér finnst flókið í þessu og það sem, og nú er ég náttúrulega alltaf einhvern veginn að tala þú veist, börn því að vinna með börnum. Þú veist, ef ég tala út frá sjálfri mér og þú veist, svo myndi ég einhvern veginn fara í bæinn og vera óslega stressuð og gera einhver geðveik social mistök og eitthvað, þú veist, ég var til dæmis að fara í partí daginn, og bara nýflutt til Íslands og þetta var svona partí sem ég þekkti afmælisbarnið óslega vel, en ég þekkti þú veist, hina ekkert svo vel, skilur, bara eitthvað svona kunningjar. Klassískt kvíðavaldandi ástand. Ég fekk náttúrulega bara eitthvað algjört social anxiety að tekk bara niður daginn alveg og þú veist, en fór samt, þú veist, ég bara tók ákvörðun, þú veist, ætla ég að láta þetta stjórna mér eða ætla ég að fara og sjá hvað gerist. Og svo var þetta náttúrulega bara nice party og þú veist, bara geggjað og ég var bara óslega ánað og næstu verið miklu auðveldara að fara í þetta party. Fyrir utan það, ef það hefði gengið illa og ég hefði sagt eitthvað asnalegt eða eitthvað, þá er ég samt alveg, þú veist, einhvern veginn nógu sterk í mér sem fullorðin manneskja til þess að geta síðan bara sleppt tökunum á því. Akkurat. En þegar þú veist kannski tala um einhvern úling,
sem er á kannski enga vini til dæmis Já. og er alltaf að reyna fyrir sér og gera Mjög erfitt. mistök aftur og aftur kannski inn í sama hóp þú veist, ég myndi ekkert bara segja við einhvern úling sem kemur til mín bara farðu bara að gera það eitthvað, prófaðu bara þetta skilur þú veist, það þyrfti þá að vera gert og stundum er betra að æfa sig í einhverjum hóp þar sem að maður í rauninni er ekkert endilega að fara að koma aftur skilur, þetta er ekki bekkurðin af því að úlingar eru líka og börn bara mjög dómhörð og þú átt kannski ekkert alltaf inni fyrir ógeðslega mörgum mistökum Nei, algjörlega. En svo móti kemur, bara svona til að segja gera það ennþá flóknara. Ef þú ert til dæmis með einhverju röskun eða ert bara, þú veist, slakur félagslega, þá ertu líklegur til að hafa hvort er gert fullt af mistökum. Já, þú veist, það er mjög líklegt og þú ert kannski búin að samt að velja að draga því bara til hlésa því að það er einhvern veginn skárra heldur en að vera alltaf, þú veist, að gera sig mistök aftur og aftur. En þarna getur kannski mögulega einhver svona þjálfun eða reglur eða þú veist, einhver æfing hjálpar að því að þá ertu allan að koma með einhver svona guidelines þú veist að því að ert hérna og hefur ekki fengið neinn tæki og tól þá ertu bara að prófa aftur og aftur og það er alltaf einhvern veginn að mistakast aftur og aftur en þannig ég, sko mín bara skoðun og reynsla er að það er allan að betra að vera með einhver guideline sem þú getur þá stutti við og svo getur þú tekið einhver svona smá skrefa áfram og áfram En svo finnst mér líka bara að við sem samfélag eigum bara líka að vera betri við hvort annað og vera meira embracing og þú veist og þetta neurodiversity tal held ég að sé mjög jákvætt. Já, þeim skilningi bara. Já, en ekki samt og þú veist eins og þú varst að tala í byrjunni. Einmitt. Ég er einhverfur og þess vegna þarf ég ekki að spyrja hvernig þér líður, skilur. Þú veist, mér finnst það er ekki pointið mitt, sko. Nei, en ég held að það sé bara alveg rétt hjá þér sko. Þetta er náttúrulega bara mjög flókið að því að sko í tilfelli einhverfara barna þá er þetta náttúrulega ekkert það eða sko þá er svo margt sem að þarf að hjálpa sem hjálpar sko. Það hjálpar ábyggilega sko að fá alls konar leiðsögn og læra reglunar og í tilfelli eldri einstakling sem að skilja alveg reglunar það hjálpar honum að fá einhvers konar púsinn í að þóra einhverju. Algjörlega. Þannig að þetta er svona mess af öllum forsendum sko. En já, ég velti þessu oft fyrir mér sko með samskipti fullorðina sko, hvað þau að því við erum ekkert svo fullorðin sko, við erum oft bara eins og börn sko. Ég var til dæmis í vinnun í dag að fá skilaboð frá nýjum vinnufélagi að því að ég var að byrja í nýju starfi og nýju vinnufélagi minn vildi bjóða mér í að spila borðspil veist. Bara þann fyrstu samskipti með hann var að bóða inn í eitthvað borðspil og það er alveg bara mjög sterkur leikur í að reyna að búa til samskipti og það er bara mjög notalegt og þetta er reyna maður bara að þykja það en þetta er samt einhvern veginn svona svolítið eins og að vera unglingur aftur sko. Já, akkurat, að því þetta er bara alveg nýtt og þú veist, þú þekkir hann ekki neitt og hvernig verður þetta og maður veit ekkert sko hvort að þetta verða aðstæður sem að ég fíla ekki en það skiptir alltaf brenga máli, maður bara að prófa. En ég ætla að hrósa þessum viniðinum að því að sko, ég er náttúrulega einhver superfan af borðspil og bara öll spil og ég nota þetta ótrúlega mikið í vinnu minni að því að þú veist, akkurat þegar þú ert að kynnast einhverjum það er ógeðslega næs að vera að gera eitthvað með fyrirfram ákveðna reglur sem eru ekki óskrifaða reglur, skilur þú ert bara með þú ert að fara að spila riska eitthvað og það er bara þessar reglur sem gilda og þú ferð eftir þessum reglum og það tekur svolítið pressuna af hinu, þú veist, þannig að þá getur verið þú veist, þótt að hann sé, ég er ekki að segja að hann sé á einhverju rófinu og þurfi að gera þetta svona en þetta og það er búið að vera að rannsaka þetta líka að vera að sýna akkur þetta úlingar á einhverju rófinu, þau læra ótrúlega mikið af spilum af því að þú veist þetta af því að maður getur einhvern veginn blanda svo kannski félagsfærninni inn í mjög mikið og þá getur þú tekið kannski þú veist þá er hluti af upplifunni bara þú veist þú fílar þessar reglur þú vilt hafa kassa og ramma þú veist hvernig allt á að vera og svo getur við tekið kannski smá spjall þú veist með því eða eitthvað svoleiðis Akkurat en við finnum ég á einmitt mjög marga félaga sem eru borðspilamenn sko og ég upplifa þetta mjög oft sko að þeir að mér finnst þeir vera að nota spilið sem umgjörð sem að kallar raunni ekki á mikla pressu á allir séu félagsfærir og skemmtlegir og finnir sko. Það er einu sem það skal gera er að mæta og fylgja reglunum og svo ef það gengur eitthvað vel meðfram því þá er það bara mjög eitthvað. En já, einmitt sko, því að sumir náttúrulega bara eru skítrættir við lendið þeim aðstæðum að það sé bara beðið eftir að þú segir eitthvað skemmtlegt sko. Einmitt. Að þetta er mjög næ sko. En hvernig við að tengja við næstu bók?
Sko, ég náttúrulega, það er aðeins lengra síðan ég hlusta á fyrstu bókina, nú er ég búin að vera að hlusta á The Anxious Generation, þú ert að vísa hana. Jonathan Haidt. Og mér finnst hún mjög áhugaverð. Mér finnst, ég náttúrulega, þú veist, nennilega aldrei að hlusta á bækur svona frá upphæðu til enda, en þú veist, ég bara tek akkurat það sem að mér finnst vera relevant og hans bók, kannski viltu gera smá svona samantekt úr bókinni bara fyrir fólki og svo skal ég koma með mitt. Sko þessi bók The Anxious Generation eftir Jonathan Haidt er búin að vera mjög mikið umræðinni núna undanfarna mánuði og hún fjallar þetta, þessi típisku stef sem eru voðalega mikið í umræðinni núna sko. Það er þetta með að unglingar í dag séu að verða ónýtir vegna símnótkunar. Þú ert alltaf með síman í höndunum og þú ert alltaf á samfélagsmiðlum og þú ert alltaf að fá ping-pong í síman og að skilaboð og samkvæmt Jonathan Haidt þá er alveg beintenging og hann er svo að vil meina að gögnin sé orðin svo sterk að þurfi ekki lengur að tala um að það sé mögulega ekki orsakafylgni. Hann vil meina að það sé orðin skýr orsakafylgni. Þannig að sem sagt, símarnir frá 2012 cirka hafi einfallega drepið lífsgleði barnanna og hún sé bara ört fallandi og við séum að fá sem sagt gríðarlega kviðnar og leiðar stelpur og einræna og klámfíkna stráka og svo bætir hann því sem sagt við að við séum ekki lengur að leyfa krökkum að leika sér án eftirlits og það sé svona vöndun á öllu þessu klassíska með að börn öðlist þroska og sterka sjálfsmynd með því að takast á við lífi í staðan fyrir að vera alltaf í bómull. Þetta er svona cirka bát. Sko, mér veist bara, það var ógeðslega því þetta er náttúrulega bara eitthvað sem maður er endalaust að tala við kollega sína, við foreldra sem maður er að vinna með og maður er alveg að sjá allt þetta sem hann er að lýsa í bókinni. En það var ótrúlega gott að fá akkurat meiri svona konkrét staðfestingu á akkurat að það er orsakatengsl þarna á milli. Þetta er ekki bara einhverju trend eða eins og margir eru líka að segja að þú veist, það er ekkert, fólki líður ekkert verri í dag, unga fólkinu líður ekkert verri í dag, það er bara meira að vera að tala um þetta í dag og það er bara, fólk veit meira um greiningar og veit meira um tilfinningar og þú veist, og allt þetta. Og það er svolítið svona verið að slá einhvern veginn þessum mítum svolítið svona út af borðinu með þessari bók. Og nú ætlum ég bara að taka það samt fram, ég er bara búin að hlusta á þessa bók, svo getur vel verið að það sé ykkur mótsvör og alls konar svona. En þú veist, ég bara sé þetta ótrúlega mikið í minni vinnu. Þú veist að það er akkurat, bara skjárinn er bara búin að taka yfir, það er bara svona helicopter parenting, þú veist það sem að krakkarnir megi ekki labba inn út í búð, megi ekki, þú veist, labba inn í skólan, eru aldrei svona unsupervised í leik nánast, eða foreldrar alltaf að skipta sér af hvernig leikurinn fer fram og hjálpa þeim og gæta þau og ég er líka seg það, skilur, sem sálfræðingur hérna, nei við þurfum að hjálpa þeim að finna út úr þessu, þeir geta ekkert fundið út úr þessu sjálfur, þá fara allir að rífast og allt þetta. En hans punktur er náttúrulega, já, þeir eru að fara að rífast og það er einhver að fara að gráta og það er einhver sem verður skilin út undan. En það er náttúrulega bara þannig sem að börn læra, að því að við erum líka bara sem fullorðið fólk í sömu aðstæðum, það er alltaf verið að skilja einhvern út undan og maður er að rífast og það er allir þessi hlutir. En við vitum bara hvernig við erum að bregðast við því að við vorum alin upp við það að það var ekkert verið að pæla í okkur, þú veist. Ég er ekkert að segja að maður getur náttúrulega, það er ekkert að fara ofurlangt í þá átt líka, sko. En mér finnst þetta bara þetta með, sko, akkurat, þetta overprotecting í, þú veist, the physical world og svo er bara akkurat netheima, það er bara ekkert eftirlit og þú getur bara, þú veist, séð allt og ert exposed og ég var á einhverju námskeið akkurat sjálfskaða stelpna og það var verið að gera hérna einhverju svona könnun og taka sagt, tíman á því hvað 11 til 12 ára stelpur þyrfti að vera lengi á TikTok áður en það kæmi eitthvað upp sem tengdi sjálfskaða. Og þetta voru bara einhverjar örfár mínútur. Þú veist, ég man ekki hvort það voru 6 eða 7 eða 12 mínútur, þetta var eitthvað bara í því range og þarna ertu strax komið með bara exposure þú veist, í þessu og það er líka bara þvílíkt mikil aukning í sjálfskaða hjá einmitt úlingsstelpum og þær eru líka, þú veist,
þú sér það á þetta, þú sér þetta, klikkar á þetta eða horfir á þetta eitthvað aðeins lengur heldur en þú horfir á eitthvað annað og þá er náttúrulega bara algoritminn að fara að fóðra þig með þessu og svo kemst inn á síður og það er alls konar, ég get sagt fullt meira um þetta en þá fer ég út á sporinu en þú veist, þetta er bara brjálæðislegt vandamál hvað börn eru háð skjáum og við erum akkurat bara að kasta börnunum okkar út í eitthvað unknown territory, þú veist, en við getum ekki eins og nota þessum afsökun lengur, af því að núna vitum við hvað þetta er að gera. Já, þetta er ekki lengur unknown territory, þetta er bara klikkar heimur. Já, við vitum og þú veist, en það sem ég held að sé svo erfitt í þessu, þú veist, að ég get alveg setið fyrir fram að þig og sagt hvernig þetta á allt að vera og svo ég 9 ára stelpu og hún er á YouTube, skilur, og hún er á Snapchat, þótt ég sé ógeðslega mikið á móti af því að hún er búin að segja mér ef hún er ekki á Snapchat þá fær hún ekki aðganga ykkur grúppu sem vinkonur hennar er í og þá er hún að missa af. Akkurat. Þarna ætti ég kannski vera ennþá staðfastari sem foreldri. En þetta er samt að segja manni svolítið mikið að þetta snýst ekki bara hvað þú ert að gera heima hjá þér eða hvað ég er að gera heima hjá mér heldur að það þarf að vera eitthvað meira samfélagslegt afl á bakvið þetta, skilurðu? Við þurfum að fara að setja einhverjum skorður á samfélagsmiðlanótkun, á skjánótkun, á alla þessa hluti að því að bara venjulegir foreldrar ráða oftast ekki við þetta sjálfir og ég er bara meira að tala um bara barn sem er mjög vel fungirandi ef engar ágrafinni þótt hún sé, þú veist, en svo er ég að tala um kannski einmitt stráka sem eru í 17 klukkutíma á dag, þú veist, í einhverjum töluleikjum. Bara töluleikjum eða klámi eða bara einir, sko. Já. En þetta er náttúrulega, sko, svo við komum nú inn á það er sjálfsögðu búið að andmæla þessu öllu saman, eins og þú nefndir það sjálf, sko. Það er alltaf einhverjir sem segja að það séu rangar mælingar og það séu rangar nálganir og það sé ekki orsakasamhengi og svo framvegis, sko, það er alltaf einhver ósámála og sumir vilja alls ekki banna síma í skólum, þeir vilja meina að við þurfum að þróast með tækninni frekar en að hafna tækninni og svo framvegis, sko, það er alls konar rauk í þessu en þetta tengist hugsanlega dálítið inn á það sem vorum að tala um áðan, sko, að samskiptahæfni og bara svona samskiptagleði eins og hann talar um í bókinni, þú ert ekki að þróa þessa eiginleika í gegnum SMS eða Messenger eða hvað sem þú ert að nota, sko. Það er einmitt svona kuldalega fjarlægur miðill, sko, en samskiptamiðl og mér sem mjög óþægilega svo veist, ef maður gleymir að tala við fólk í síma og nota alltaf SMS það verður þetta svona aðsnaðlega kuldalegt, sko. Algjörlega, og líka bara það er svo auðvelt líka bara, þú veist, þú býr til eitthvað svona distance og þú getur leyft að segja miklu meira á netinu heldur en í raunheimum. Algjörlega, og það er náttúrulega við búin að vera að læra öll sömul, það er allir hættir að nenna að taka slaginn á samfélagsmiðlum því að það er bara ekki góð vettvangur, sko. En mér finnst eitt bara svona að því að ég er alveg líka þar að við þurfum náttúrulega bara að þróast með tækninni, við þurfum að finna út úr því hvernig við getum nýtt okkur tækni og við getum ekkert bara spóla tilbaka og þú veist, láta eins og þetta sé ekki til, þetta er að fara að vera hluti af lífin okkar en sko mér finnst samt einhvern veginn þegar kemur að börnum þá finnst mér bara önnur lögmál gilda. Þú veist, mér finnst við sem fullorðið fólk og þú veist, samfélagið eigi einhvern veginn að bara svona eins og hann talar um, þú veist, var það ekki hans bók þar sem hann var að tala um hérna reykingar, þú veist, það var kannski ekki hans bók, en það var allan svona svipuð umræða, að þú veist, við bara bönnuðum reykingar að því við vissum að það eru bara lífshættulegar og við fáum bara krabbamein og þú veist, það er bara bannað innan 18 ára að reykja, skilurðu. Og hann er í þessari bók er að vera að tala um, þú veist, akkur erum við ekki að gera það sama með síma, þú veist, að því við vitum hvað þetta er sjúklega hættulegt. Akkurat. Ég held persónulega, sko, að mín skoðun þar skipti inn ég er náttúrulega engin fræðingur, sko, en mér finnst mjög áhugavert, sko, þessi pæling, sko, að börn eigi að alast upp með snertiskjái og síma af því að þau sé að læra á tæknina og verða tæknivær. Ég held að það sé algjör þvæla, sko, af því að börn læra ekki raskat á því að nota snertiskjá allan daginn. Þau læra í besta falli á eitthvað svona interface, eitthvað leikjum, en raunveruleg tölvukunnota, hún bara translitar ekki, sko. Það fer ekki með, sko. Og ég sjálfur er heilmikil tölvukall, sko, en það kom algjörlega upp úr mínum einn áhuga sem ég heima við og með vinum og foreldrum mínum og ég man ekki eftir að tækjanotkun í skóla hafi haft neina áhrif á það, sko, og ég myndi segja að það sé bara ekki vettvangurinn, sko. Og kannski líka bara allavega ekki grunnskóla. Nei, maður hugsa líka bara samsæri, ef maður fer út í smá svona samsæriskenningar, skilur við. Þú veist,
er þetta ekki akkurat það sem er verið að reyna að selja okkur og þess vegna er við einhvern veginn að viðhalda þessu þótt við vitum að það sé algjört rugl? Já, algjörlega, það hendar tæknir í svonum að við séum bara heila þegin í þessu frá fæðingu. Akkurat. Já. Og þú veist, og spurningin er bara, eins og ég var að segja þann, kannski er ekkert raunhæft að, þú veist, halda því fram að við gætum einhvern veginn bara, þú veist, núna fer bara enginn í skjá fyrir en orðin 18 ára og þú veist, ég á mjög erfitt með að trúa því þótt að ég væri alveg glöð að það væri þannig, þú veist. En sko, og svo líka bara svona, ég er ekki alveg þarna það sem ég vilji meina að samskipti í gegnum tölvu séu bara slæm. Nei, svo ekki. Af því að ég er líka með úlingstráka sem að eru kannski á einhverju rófunu og þeim hefur ekki tekist að búa til samskipti í raunheimum og þú veist, þetta er náttúrulega ekkert eitthvað optimalt en þeir eru kannski bara mjög mikið heima hjá sér en ná einhvern veginn að búa til eitthvað tengsl á netinu og svo kannski byggja þau ofan á þessum tengslum og kynnast svo þessu fólki í raunheimum. Akkurat. Og svo fara þær að æfa sig eða þau í, þú veist, á hvernig er maður með öðru fólki, en þetta var kannski eina leiðin þeirra til að ná þú veist, einhverju sambandi við umheiminn af því að það var orðin svo mikil félagslega einangrun. Akkurat. En þá er bara einmitt hvernig ætlum við samt, þú veist, að gera þetta vel. Ég held ég þurfi að fara að enda þetta með þér hérna svona mín, af því að klukkari komin á okkur og það er bara búið mjög gaman en við reynum kannski aðeins að draga þetta saman restina svo við séum ekki bara búin að vera að bladra eitthvað. Sko, varandi krakkana, sko, ég held að einhvers konar símabann í skólum hugsanlega, ekki algert eða eitthvað drakónían, sko, en einhvers konar svoleiðis nokkuð held ég að sé alveg inn í myndinni og það í sjálfu sér, sko, að þurfa að leggja frá þessu síman er líka ákveðin tæknilærdómur, sko. Ég held að sé bara, þetta er komið í Danmörku, í grunnskólanum. Þú bara, þegar þú kemur, þá átt að leggja síman frá þér á okkur svona símahótel og svo færði ekkert síman, þú veist, og þetta er bara geggjað. Og það í sjálfu sér er ákveðin þjálfun, sko, því að við erum alltaf bara, ég er orðin algjörlega háður þessu. Algjörlega. Ég leggja ekki síma frá mér, ef ég geng út í dyrnar og gleymi símanum á eldspölnu. Ég fatta bara leið og ég kem út, bara, og það að fá smá og það er náttúrulega vel þekkt, sko, að það þykir til dæmis þykir félagslega aðlaðandi að leggja ekki síman upp á borð í partí af því að þú ætlar að vera í þessu partí þú ætlar ekki að vera í símanum. Það er góð þróun, það var ekki alltaf þannig. Það var ekki alltaf þannig. En þetta er svona dæmi það sem að við getum verið að kenna börnunum með því að leggja síman frá sér frekar en að láta eins og að allt sem við gerum þurfum að snúast síman, sko. Og eitt bara svona dæmi að því að þú veist við erum að tala akkurat að það er ekkert að gera alls konar svona litla hluti þóttu við getum ekki breytt öllu að ég er einmitt búin að vera að vinna í Danmörku og þar eru svona eftirskólar sem eru bara svona milli, þú veist, eftir grunnskóla áður maður fyrir framhaldsskóla að taka upp á því að vera til dæmis með símalausa viku þegar krakkarnir eru að byrja í skólanum og þeir búa svona heimavist svo er þeir ekki með síma í heila viku þau elskir það þið er ekkert og börnin eru bara loving it, sko. Já, ég held að þessi pæling að við þurfum að venjast tækninni og lifa með tækninni og þróast með tækninni ég held að það sé alveg rétt en það felst einhvern veginn líka í því að því að við erum félagslegar verur og einstaklingar með þörf fyrir svona andlegt næði það felst í sömu andrá felst að, sko, það að læra að leggja frá þessu síman er í vissum skilningi líka tækniþekking bara, sko, skilningur á hlutverki tækninar í lífinu sko. og ég held að við getum kennt það í staðan fyrir að láta eins og það sé einhvers konar íhaldssemi að vilja ekki símaninn í öll rými, sko. Mér finnst það bara mikilvægara heldur en mjög margt annað þegar kemur að því að læra umgangastækni, það er akkurat að leggja þetta frá sér. Og líka, þú veist, ég held einhvern veginn að krakkar ungt fólk í dag, þau eru líka, þú veist, farin að skilja hans meira hvað þetta er mikið áreiti og hvað þetta er óhollt. Þetta er eitrað, mitt. Og þannig að ég er mjög sammála þessu. Svo ég komi nú með svona loka punkt úr mínu einlífi að ég er alltaf að tala sjálf mig. Akkur er svona sjálfhverfur? Ég er mjög seg það, eða börnin mín. Getur þú greint mig? Er þetta alveg sjálfhverfa? Ég fór að hugsa það daginn að þegar ég var 14-15 ára, þá var maður sendur í alls konar vitleysu unglingavinnuna og námskeið og svona.
og ég var svona pínu feiminn unglingur og en að því maður bara settur í þessar aðstæður, þá var maður á endanum að tala við eitthvað og það tókst yfirleitt fyrir að síðar sko. En ef ég hefði haft síma í vasanum á þessum tíma og ef ég hefði alltaf geta farið bara í tölvuleik og stytt mér stundir þannig og bara kæft þennan þessa þörf fyrir að gera aðstæðarnar þólanlega með samskiptum þá hefði ég bara hreinlega kannski ekkit ná þeim árangri sko. Og ég held að þetta sé ógeðslega góður punktur af því að kannski líka með hluti af því að við erum að sjá svona mikla aukningu í þessum greiningum og öllu þessu bara akkurat að þessi krakkar sem höfðu kannski forsendur til þess að æfa sig gerðu það ekki af því að þeir voru með síman og þú veist, if you don't use it, you lose it og það er líka bara þessi krítisku tímabil í þroska og svo akkurat að þú ert ekki að æfa þig þarna þegar það er krítisk tímabil þá verður það náttúrulega erfiðara. En nú erum við sem sagt búin að segja alveg ítrykkað, við viljum meina að við erum með skynsamlegt point en við erum samt búin að segja ítrykkað að sé ekki nóg að kalla sig bara einhverjum það þarf líka að reyna og fyrir þetta verður við að sjálfsögðu cancelled þannig að hvert er að flytja? Herðu, ég er búin að vera í Danmörku getur ekki farið eitthvað heitara? Já, Spán. Já. Herðu, við ætlum að flytja til Spánar en ég þakka þér Svanhildur kærlega fyrir að koma. Herðu, takk fyrir og bara svona tenging, ég var náttúrulega í kviðukasti yfir að kominga og svo er ég bara ókslána að hafa gert þetta þannig að næst verður öðlara. Takk fyrir komuna og takk fyrir áhorfið.